Komið sæl og velkomin að skjánum. Í dag fyrsti sunnudagur eftir páska og þemað í textum dagsins upprisa Jesú. Það ekki oft sem að ég býð þjóðinni heim í stofu, en mér fannst ekki hægt annað en að skoða þessa texta og ég vona við eigum notalega stund saman. En við skulum byrja á því að signa okkur og við segjum saman í nafni Guðs Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Fyrri ritningalestur dagsins úr Sálmi 145 og hljóðar þannig. Ég tigna þig, Guð minn og konungur, og lofa nafn þitt aldur og ævi. Ég vegsama þig hver dag og lofa nafn þitt aldur og ævi. Mikill drottinn og mjög vegsamlegur. Veldi hans órannsakanlegt. Kynslóð eftir kynslóð vegsamar verk þín og segir frá máttarverkum þínum og dýrlegum ljóma hátignar þinnar. Ég vil syngja dásemdir þínar, ég tala mátt ógnarverka þinna, ég vil segja frá stórvirkjum þínum, þær víðfræja, mikla gæsku þína og fagna yfir réttlæti þínu. Síðari ritningalestur úr Postulasögunni 4. kafla og hljóðar þannig. En í þeim fjölda sem trú hafði tekið var eitt hjarta og ein sál og enginn þeirra taldi neitt vera sitt hann átti, heldur höfðu menn allt sameiginlegt. Postularnir báru vitni upprisu drottins Jesú með miklum krafti og mikil náð var yfir þeim öllum. Eigi var heldur neinn þurfandi meðal þeirra, því að allir landeigendur og húseigendur seldu eign sína, komu með andvirðið og lögðu við fætur postulana. Og sérhverjum var úthlutað eftir því sem hann hafði þörf til. Og heyrum heilagt guðspjall sem úr 16. kafla Markúsar guðspjalls. Þegar Jesús var upprisinn árla hinn fyrsta dag vikunar, birtist hann fyrst Maríu Magdalenu, en út af henni hafði hann rekið 7 illa anda. Hún fór og kunngjörði þetta þeim með honum höfðu verið og hörmuðu nú og grétu. Þá þeir heyrðu að Jesús væri lifandi og hún hefði séð hann, trúðu þeir ekki. Eftir þetta birtist Jesús í annarri mynd 2 þeirra, þar sem þeir voru á göngu á leið út í sveit. Þeir sneru við og kunngjörðu hinum, en þeir trúðu þeim ekki heldur. Seinna birtist Jesús þeim 11 þegar þeir sátu til borðs og ávitaði þá fyrir vantrú þeirra og þverúð hjartans, að þeir hefðu ekki trúað þeim sáu hann upprisinn. Þannig hljóðar boðskapur dagsins. Bæn dagsins hljóðar þannig. Drottinn Jesús Kristur, þegar við mætum þér líkst upp fyrir okkur að jafnvel hlið heljar ekki lokuð lengur. Því að þú opnaði dauðraríki þegar þú reist upp frá dauðum og settir líf í stað dauða. Og við sem vorum þreytt og uppgefin, orðlaus og vonlaus, eins og mörg þeirra sem fylgdu þér forðum, fengum nýjan kraft. Við réttum úr okkur og horfum glöð fram á veginn þegar þú snertir okkur með kærleika þínum og með anda þínum og við fundum hið nýja líf sem vex og dafnar og sáum og heyrðum að vonin breiðist út því að þú sá sem hjálpar og frelsar alltaf og allstaðar. Amen. Náð sé með yður og friður frá Guði vorum og drottni Jesú Kristi. Já, textin í Postulasögunni sagði að postularnir og aðrir sem höfðu tekið trú á Jesú hafi fengið vonina aftur þegar hann reis upp og þeir hófu að vitna hann af miklum krafti. Dæmisögur og kenningar Jesú fengu byr undir báða vængi. Þeim hafði aukist skilningur á ritningunni og fólk flykktist að þeim.
Frásögnin segir að fólk hafi selt allar eigur sínar og afhent postulunum. Eitthvað höfðu menn samt misskilið Jesú. Hann hafði sagt þeim að hann myndi koma aftur þegar hann hefði búið þeim stað. Þeir voru byrjaðir að bíða, en tíminn leið og ekkert bólaði á endurkomunni. Svo hvað var það sem að postularnir misskildu? Eftir að Jesús reis upp til himins fóru þeir til Jerúsalem og biðu þar. Á hvítasunnudag var síðan heilögum anda úthellt yfir þá og þeir fengu aukinn kraft til að predika og fólk flykktist að þeim, eins og texti dagsins sagði. Þá seldi fólk allar eigur sínar og byrjaði að bíða eftir Jesú. Fólki var með einum huga, eitt takmark, og safnaðist allt saman á einum stað í Jerúsalem. Og munið þið að Jesús sagði að við værum salt jarðar. Þarna var allt saltið komið í eina skeið. Lærisveinarnir sem voru nefndir postular eftir að heilagur andi kom yfir þá, voru valdir af Jesú til að læra af honum og til að miðla þekkingunni áfram. Í postularsögunni í 1. kafla segir: Þið munu öðlast kraft heilagur andi kemur yfir ykkur og þið munu vera vottar mínir í Jerúsalem og allri Júdeu og í Samaríu og allt til endimarka jarðarinnar. Þegar hann, það er Jesús, hafði mælt þetta, varð hann uppnuminn af þeim sjáandi og ský huldi hans sjónum þeirra. Þetta voru síðustu orð Jesú. Svo þarna lá kannski misskilningurinn. Þeir áttu ekki að setjast niður og bíða, þeir áttu að fara í trúboð, allt til endimarka jarðar. Guð á himnum er Guð allra. Þess vegna þurfa allir að fá að vita að þeir hafi kost á eilífu lífi í ríki Guðs. Þetta trúboðsverkefni stendur enn yfir. Við boðum trúna og kennum að ríki Guðs stendur öllum til boða. Guð gaf okkur ekki frjálst val sem er merkingalust eða til þess að taka þetta val af okkur strax eftir dauðan. Alla ævi erum við að velja fótsporin okkar hérna á jörðu og það er mikilvægt fyrir okkur að átta okkur á í þessu lífi þurfum við að taka ákvörðun hvar við ætlum að dvelja í eilífðinni. Jesús kenndi í dæmisögum og allar hvetjaðir okkur til að taka afstöðu varðandi átrúnað. Við predikum að Guð sé kærleikur og í kærleika sínum þá leyfir Guð okkur að velja. Það kemur fyrir að við séum ekki sátt við val barnan okkar og við vonum í lengstu lög að þau sjái að sér. Við erum börn Guðs og hann vonar í lengstu lög að við veljum ríki hans. Í dag flæða yfir okkur upplýsingar í gegnum netið og oft erfitt að sjá hvað er falsfrétt og hvað er satt. Í því sambandi er farið að kenna fólki að lesa með gagnrýnum augum og þekkja falsfrétt og það sama gildir átrúnað. En ein af dæmisögum Jesú sýnir einmitt þetta dæmi og það er dæmisagan sáðmanninn. Hún er úr Matteusi 13. kafla og þar segir: Aðra dæmisögu sagði Jesús þeim, líkt er himnaríki og mann sem sáði góðu sæði í akur sinn. En menn voru í svefni kom óvinur hans og sáði illgresi meðal hveitisins og fór síðan. Þegar sæði spratt upp og tók að bera ávöxt kom illgresið og í ljós. Þá komu þjónar húsbóndans til hans og sögðu við hann: Herra, sáðir þú ekki góðu sæði í akur þinn? Hvaðan kemur illgresið? Og hann svaraði þeim: Þetta hefur einhver óvinur gert. Þjónarnir sögðu þá við hann: Viltu að við förum og reytum það? Og hann sagði: Nei, með því að tína illgresið gætu þið slitið upp hveitið leið. Látið hvort tveggja vaxa saman fram að kornskurði
Þegar komin kornskurðartíð mun ég segja við kornskurðamenn, safnið fyrst illgresinu og bindi í bundin til að brenna því, en hirðið hveitið í hlöðu mína. Fræin í sögunni voru kannski lík áður en þau spruttu upp og kannski erfitt að þekkja þau í sundur. En fullvaxin skiptust þau aðeins í 2 hópa. Við getum séð fyrir okkur sálmanninn dreifa fræjunum og óvininn koma á eftir og dreifa sínum fræjum yfir sama svæði. Fræin tákna boðskap, annars vegar fagnaðarerindi Guðs og hins vegar allan annan átrúnað eða vantrú. Það eru bara 2 hópar. Þeir skiptast ekki í góða og vonda, heldur hvort við trúum á Jesú eða ekki. Ekkert annað en fræðsla Guðs orð getur hjálpað okkur að sjá hvaða boðskapur kemur frá Guði, svo að rétta fræið, fræ fagnaðarerindisins, fái næringu og skjól til að vaxa í hjörtum okkar. Þannig tökum við sinnaskiptum, verðum nýir einstaklingar sem vaxa upp í sannri trú á Guð föður. Texti dagsins sagði okkur að við eigum ekki að setjast niður og bíða eftir endurkominni, heldur eigum við að láta alla vita Guðs ríki. Dýr sé Guði föður syni og heilögum anda, svo sem var í upphafi, og verður aldir alda. Amen. Við skulum biðja. Drottinn minn og Guð, þakka þér fyrir að þú ert til lifandi brauð sem steigst niður af himni til að seðja okkar andlega hungur og frelsaðir okkur þannig frá eilífum dauða. Við lofum þitt nafn og þökkum þér fyrir kærleika þinn, fyrir Jesú Krist drottinn vor. Amen. Guð blessi þig og gefi þér góðan dag.